Við ætlum að skoða teiknimöguleikann í skets sem heitir Spline. Við veljum vinnuflöt. Þetta er leið til þess að teikna kúrfaðar línur og bogadregnar línur. Þegar við lokum forminu þá sjáum við að hér eru hjálparpunktar, svona stangir sem við getum notað til þess að breyta línunni. Ef ég ýti á Escape þá get ég farið í þessa punkta og ég get breytt, ég get togað, ég get fært punktana sjálfa, ég get farið í línuna og fært heildina. En ef við viljum færa sjálfa línuna þá er best að fara í punktana. Og ef við viljum bæta við punktum á línuna þá þarf maður að hægri smella og segja hérna Insert Spline to Fit Point. Og þá rauninni get ég tvísmelt og þar bætist við punktur. Hérna er ég að bæta við punktum. Ýta aftur á Escape og þá er þetta rauninni orðin alveg eins og nýr punktur. Og ég get líka farið í hjálparlínuna og breytt þessu. Ef við viljum bara teikna línur eða línu án þess að loka forminu, þá förum við í Spline, teiknum það sem við viljum teikna og smellum hérna á þetta tákn og þá rauninni erum við búin að loka teikniferlinu og línan er tilbúin. Við getum fært þetta til, við getum líka farið í aðra teiknimöguleika og teikna við þetta. Nú ætlum við að eyða þessu og dreg ég hérna yfir og ýti á Delete-takkann. Skoðum aðeins hvernig við getum látið forritið loka formum í Spline. Ýti á Skets, í Spline. Það teikna hérna einhvern svona form sem er ekki alveg klárað, eða það er opið. Og ég get ýti á Escape núna. Ég smelli á formið og hægri smelli og svo ég þarf að velja línuna. Og ég ætla að segja Open Close Spline Curve og þá lokar forritið sjálft forminu. Þetta getum við líka gert tilbaka með því að hægri smella á línuna aftur og gera Open Spline Curve. Þá erum við búin að opna aftur. Skoðum aðeins annan möguleika í Spline. Ég smelli á Spline, ætlum að teikna línu. Ég loka henni. Það sem ég get gert hérna, ég ýtti núna Escape, það sem ég get gert núna er að hægri smella á línuna, velja hana og hægri smella og ég get gert Normal Construction. Þegar við erum búin að gera Normal Construction, þá erum við búin að breyta þessari línu í hjálparlínu. Við getum líka gert þetta með beinalínur. Ef ég ýti á Escape, smelli, hægri smelli og geri Normal Construction. Núna er þetta orðin hjálparlína, ekki venjuleg teiknilína. Veljum þessar línur hérna tvær, hægri smellum og gerum Normal Construction og breytum þessu aftur í venjulegt. Ef við viljum læsa línum eins og þessum, þá getum við smellt á línunar, hægri smellt og gert Fix. Núna þegar línan er orðin græn, þá er hún rauninni föst, þá er ekki hægt að færa hana. Hægri smell aftur og gera Unfix. Við ætlum aðeins að skoða hvernig við fjölföldum línur. Ég ætla að smella á þessa línu og ég ætla að fjölfalda hana með því að hægri smella og gera Copy. Ég ætla að smella hérna og gera Paste. Nú er ég búin að fjölfalda línuna beint ofan á hina. Þegar ég gerði Paste þá fékk ég upp hennar möguleika Move Copy og ég get fært þetta til. Hún er hérna ofan á. Ég get bæði fært hana beint eða beint niður og svo get ég fært hana svona frjálslega hérna. Einnig er hægt að fara í þennan hérna og snúa henni eftir gráðum. Við sjáum tölugildin sem myndast hér. Ég ætla að færa hana hérna til hliðar og ýta á Enter. Það er alltaf hægt að endurtaka aðgerðina sem við vorum í með því að hægri smella og gera Move Copy. Það gera Escape eða þá bara smella á línuna og ýta á M. Þá erum við komin í Move Copy aðgerðina.
Ít á Escape til þess að losa mig út úr þessu. Næst ætlum við aðeins að skoða hvernig við finnum línurnar í sketsunum. Við erum hérna með browsergluggann og ef við ímyndum okkur að við séum búin að teikna marga sketsa, margar svona teikningar og þá gæti verið margir möguleikar hérna niður og til þess að finna línurnar, hvaða lína tilheyrir hvaða skets, þá þurfum við stundum að smella á línurnar og finna hérna Find in Browser. Og þá segir hún að þetta er sketsin sem þessi lína tilheyrir. Næst ætlum við aðeins að sýna fram á skemmtilega virkni frá því við teiknum í tvívitt og yfir í þrívitt með því að nota spline. Ég eyði sketsinum hérna, fer í spline, teikna eitthvað svona form. Ég ætla að breyta aðeins forminu hérna. Ég ætla að láta vera beina línu hér. Fer þá hérna og teikna hérna beint yfir. Lóður þetta línu svona og loka henni. Ég ít á Enter. Teikna aðeins svo langt en allt í lagi. Við þurfum að skera þessa línu hérna. Við getum farið þá í trim. Trim hana svona. Ég ýti á Escape. Ég eyði þessari línu. Fer aftur í teiknimöguleikann. Smelli hérna svona. Ok. Ég geri Stop Sketch. Þessi lína hérna er auka. Það sem ég ætla að gera núna er að við ætlum að fara yfir í annan teikniform. Við erum með hérna tvívitt form og við ætlum að fara hérna í Create og við ætlum að gera Revolve. Ég smelli á Revolve og við ætlum að smetla á, við erum búin að velja þetta eina form og við þurfum að velja ás og við ætlum að velja hérna ás, svona. Og nú gat ég búið til einhvers konar krukku út úr þessu. Ég geri OK. Og ef við getum velt þess aðeins og skoða hvað við erum búin að teikna. Við ætlum ekki að fjalla meira spline í bili. Takk fyrir.